Góðan daginn, kæru vinir og velkomnir. Við erum að fara á stað sem okkur líka vel við og við kunnum að meta og það er staðurinn sem Drottinn ætlar að beina okkur til og dvelja með okkur í einhvern ákveðin tíma. Hann er ekki frekur, hann er tillitssamur en ákveðinn og heldur sínu striki því hann veit hvað okkur, mér og þér, er fyrir bestu. Þetta er það sem hann gengur hæfanlega út á, vill að sé í góðu lagi og heldur við verkinu vegna þess að hann hóf það. Þú sér ekki nein hálfkörð verk í ranni Guðs. En að því að menn eru með frjálsan huga, frjálst val, geta þeir sjálfur farið, en það er alltaf þeirra val. Drottinn ýtir engum frá sér. Hann gerði það með fullri ábyrgð þegar hann frelsaði einstakling úr syndinni, því hann náttúrulega veit betur öllum öðrum hvað syndi raunverulega er háskaleg og hann er auðvitað að birta upp þessa mynd af synd í kringum okkur og við ættum að geta séð syndina. Og þegar við komum til Drottins og byrjum að fræða okkur af því sem hann er að segja, þá förum við líka að sjá þessa synd og við bendum á hana sem orsök alls þess sem við erum að glíma við. En að því að syndin hún lýgur, hún er blekkjandi afl, þá dregur hún upp moldviðri, blæs hún upp moldviðri í kringu syndina og fær menn til þess að blína á eitthvað annað en það sem er. Og við byrjum í vannmætti okkar auðvitað að finna leiðir frá þessu því engum líkar við það sem er að gerast og við byrjum að smíða utanum og sauma utanum og við horfum á verkið eftir áratuga basl og þetta er allt stagbætt. Þetta er hriplegt. Þetta eru niðurstöður sem að flestar eru trosnaðar til endana og lausar og ekkert þannig sé fast í hendi. Og þetta sem við höfum fyrir okkur þarna er auðvitað, það er endalaust verið að breyta lögum, koma inn með reglugerðir til að bæta og svo framvegis af því að þessi verk okkar eru ófullkomin. Við erum allan tíman búin að hafa leiðina að því sem er rétt og við erum ennþá með þessa leið sem er rétt en það gengur jafn illa að komast inn með hana eins og alltaf hefur verið. Og hvernig finnst okkur það? Okkur líkar ekki við þetta verk vegna þess að en við sjáum það ekki eins og það er. Við sjáum ekki syndina. Við sjáum ekki að heimurinn liggur í hinu vonda. Það er sem sagt syndin. Hún er þetta vonda. Eins og vorum að tala um áðan, þá er það blekkjandi afl sem þyrlar upp ryki og moldviðri og við veltustum inn í þessu moldviðri, viljum auðvitað betra líf, meiri lausnir og reynum í eigin mætti að fá þær og förum að stað með þetta og hitt og þetta er allt saman búta saumur sem auðvitað skýrist að því að þetta allt saman þarf að endur uppfæra með reglulegu millibili. Það kemur fljótt í ljós að var bara mein gallað frá upphafi. Bentu mér á eitthvað sem er segjum fullkomið verk til að mynda í stjórnkerfinu. Þar eru mörg auðvitað ágætis verk gerð en ekkert af þessu er fullkomið. Ekkert. Svo til dæmis þessar greiðslur til fólk sem er komið með aldur. Ég hef ekkert það að segja og ég er alveg sáttur við það, en þeir eru samt ekki margir sem eru sáttir við þetta. Þeir bera ýmsu við. Þeir segja að það sé jafnvel að fara illa með þá sem hafa unnið alla sín ævi og búið þessa sjóði til. Ég er ekkert inn á því og tek ekkert undir það, en ég banna mönnum ekkert að hafa þessa skoðun, ég veit hana. Allt vegna þess að ekkert af þessu var fullkomið verk
en góð hugsun og bakvið, það allt annað mál. Það góð hugsun og bakvið margt. Það vilja bæta og breyta lögum þannig að þau verið betri þetta bara af góður hugsun. En niðurstaðan alltaf svo sama. Af því að við, breskir menn, erum að gera þetta. Við flest, ekki allir, við flest horfum fram hjá honum sem veit, erum ekki með hann með og erum svo heitir út í hann að við viljum bara loka á hann. Það einmitt það sem að ske í dag. Og alls konar annað sem uppi í dag vegna þess að við þekkjum ekki Guð. Við lútum ekki vilja Guðs, erum ekki undir afli Guðs og erum því að gera einhvað sem við viljum ekki. Búa til þetta. Og sum okkar jafnvel erum það viti borin að við vitum að akkur ætti þetta að vera eitthvað betra en eitthvað annað sem hefur verið gert. En við skulum fara þessa leið samt og við förum þessa leið. Og svo þetta 20-30 ár þá búið að staga þetta allt saman fram og tilbaka því að leki kom strax í ljós eða fljótlega, þá byrjaði þetta alltaf hripleka. Þetta bara sagan. En meðfram þessu hefur alltaf gengið þetta heila, þetta heilsteikta, þetta ekta. Og það það sem Guð hefur. Og það hafa allan tíman gengið með fólk, vegna þess að Guð hefur alltaf átt eitthvað af fólki á jörðinni, sem hefur bent á þetta. Tökum Guðinn í myndina, höfum Guð með í verki, og þá mun þetta allt saman að fara vel. Og við, margir af þessum kristnum mönnum, erum gangandi vitnisburður það sem fór vel. Af hverju? Því við vorum með okkar á hreinu gagnvart Guði. Og hann sér að hann ljómi, hann stafi af því sem við erum að gera. Því hann hann að auglýsa, eða svona inn að gæsalappa, auglýsa sjálfa sig. Hann að segja öllum hinum að þetta sé það sem að eigi að vera. Og hann býður öllum að koma þangað og hætta inn í vitleysunni. Og sumir sem að þekkjast þetta boð sjá, vegna þess að þeir tóku þetta strax alvarlega, að þetta það besta sem að getur fyrir þá komið. Og sumir stíga skrefinu lengra, þeir fara að segja öðrum frá. Og það einmitt það sem að okkur uppálagt að gera, að segja öðrum frá. Það hluti af því að þekkja Jesú. Hann vill ekki að hann sé einhver einkaeign mín. Hann auðvitað einkaeign mín svo langt sem það nær. Nei, hann vill að ég, sem þó hans eign, segi öðrum frá, sem leið líka hans eign, en fjarri honum vegna þess að syndin sem sagt hefur hulið honum sín, alveg eins og gerðist með mig, og hann ekkert að leiða hugan að því sem hann þekkir ekki. Það ein afleiðing synda, að við förum ekkert að leiða hugan að henni. Hún ekki kostur fyrir okkur. Þessi trú ekki kostur, að því við erum ekkert að veltinni fyrir okkur. Og við erum bara með öllum hinnum og vorum þar, en maður var nú sjálfur á þessum stað, að vera að reyna að upphugsa leiðir, finnst þar alveg frábærar, og sumar eru frábærar, en samt í engu betri en þær leiðir sem hafa verið farnar. Þetta kannski aðeins öðruvísi leið, en það enginn sem segir mér það að hún frekar en annað ætli að virka, og hún mun heldur ekki gera það. Hvað hefur ekki verið reynt á þessari jörð, og hvað af þessu stendur eftir, kannski hálfri öld eða 500 árum síðar, bentu mér á það. Með þess að húskofarnir okkar, það eru ekki margir á Íslandi sem hafa voru byggðir fyrir 500 árum. Það eru sjálfsagt til þessar byggingar eitthvað út í Evrópu, en það eru ekki hér á Íslandi. Þetta allt saman farið. Fyrir 500 árum á Íslandi bjögum menn í torfkofum. Og það var þeirra búsetta. En annað byggingalag í þessum grónari löndum Evrópu, sum af þessum húsum eru mjög gömul. En hvað af þeim var uppi þegar Kristur var uppi fyrir 2000 árum? Hvað það hús? Stendur ennþá 2000 árum setna. Húsið sem stendur áfram kirkjan. Hún kemur eitthvað á þessum tíma,
en ég er ekkert að tala byggingarnar, en ég er að tala kirkjuna í heild. Byggingin er allt annað mál. Kirkjan reist þá og hún er áfram uppi. Þú ert að benda, horfa á mann og hlusta á mann sem er í raun sinn partur af kirkjunni. Og þannig endur nýjast kirkjan í fólki sem Drottinn hefur tekið til sín. Það er leyndardómurinn sem við erum að boða. Og þetta fólk það varir, það endist á jörðinni svo lengi sem Drottinn vill og talar Jesús, bendur á kostina sem Jesús er með, talar það sem er að gerast í heiminum á þess að dæma þannig, segir að verkin þar séu ekki góð. Og hann bendir og við bendum á sauminn að þetta sé allt saman hriplegt. Þetta er margstagað og margbætt og það heldur bara vinnan áfram og menn koma inn með eitthvað nýtt, innan geðsalpa nýtt sem á að taka við hitt og verða betra öðru, en það verður það ekki. Að þetta afl sem er að blekkja og heitir synd er lygiafl, gengur ekki fram í sannleikanum og má meira, má það ekki. Það hefur ekki leyfi til þess. Það segir á einu stað að þegar Satan lýgur þá fara hann að eðli sína. Hann hefur ekki leyfi til að segja satt. Og það finnst mér merkilegt. Við sjáum til að mynda sögur af Kristi þegar hann var að tala og það komu þarna illir andar í fólki, þeir eru í fólki, þeir geta ekkert gert nema í fólki og þeir fara að tala þarna eitthvað og hann sagði þegi þú og fara út af manninu. Af hverju? Af því að þið hafi ekki leyfi til þess að gera neitt til þess að sem bendir á Guðs ríkið. Þeir reyndu það sumir, kannski til þess að blíðka Drottinn. En þeir eru bara á sínum stað, þeir eru útilokaðir, þeir komast ekki að og fá ekki að tala og munu aldrei gera það. Þess vegna ljúga þeir. Þess vegna þyrla er upp reiki með mætti syndarinnar. Og við förum inn í kófið og sjáum illa. En reynum að gera margt og viljum gera margt. Það er nú í eðli manns að vilja gera það sem er rétt. En hefur enga leið. Þetta verk byrjar og það fellur nú sjálft sig af því það var ekki á góðum grunni. Eins og vorum að tala áðan, meðfram þessu er hinn rétta leið, rétti boðskapur sem að svo erfiðlega gengur mönnum gengur svo erfiðlega að taka við og all flestir bara íta frá sér, burt með þetta. Svona er nú ástandið á manninum. Svona er nú ástandið á manni sem féll í synd vegna vals þessa eina manns, Adams og Evu, þau tóku við þessu og það gekk bara í allar kynslóður eftir. Þannig eftir þetta atvik fæddist ekki manneskja sem var undir öðru en synd. Bara þessar tvær manneskjur, Adam og Eva, voru ekki undir þessum kvöðum. En þau völdu að setja sjálfan sig undir þessar kvaðir, auðvitað algjörlega óavitandi það sem þau eru að gera. Það má alveg segja að þetta sé allt saman í gildi, því að flest af okkur gerum þetta óavitandi að setja Drottinn bara til hliðar. Af því við í vanvisku okkar vitum ekki betur. Við teljum þetta hindrun, við teljum þetta vera hindrun fyrir okkur í að lifa innan gæsalappa þessu frjálsa lífi og við erum bara burt með það. Sjáðu til dæmis sem er að gerast í samband við þessar ágætu læknisfræði. Sjáðu allt fólki sem er í þessum svokallum kynskipti aðgerðum. Það uppgötar allt í einu að það er karl, það er fæddist karl, en svo allt í einu er orðið samfæðast að ég hefði átt að vera kona. Sjáu ekkert við þetta, finnst okkur þetta eðlilegt? Ég finnst þetta ekki eðlilegt. Af hverju? Af því ég miða við það sem Drottinn gerir. Þú miða við það sem þú þekkir, en ég þekki Drottinn. Og hann segir að hann ger ekki mistök.
Hugsið ykkur mistökin sem mann gerði, það væri þá hægt að herma upp á hann að gera mann sem væri í raun kona. Þetta stenst ekki. En þetta eru menn að gera fram og tilbaka. Og ég veit að svona boðskapur aldeilis ekki til vinsælda fallin í dag. Aldeilis ekki. En það sem ekki til vinsælda fallið þarf samt að tala um. Nauðvitað, og ég tek það fram og árétta, þú ræður sjálfur hvað þú gerir. Ef þú velur þetta þá gerðu það. Ég skipti mér ekkert að því og hef enga skoðun á því. Ég aðeins að benda á það sem að Drottinn að segja og það hef ég leyfi til. Þetta ekki skoðun mín. Þetta það sem að ég hef lært og sannfarst vegna þess að ég veit að Drottinn gerði þetta. Og hann segir, ég ger engin mistök. Og þetta rosalega stórt upp í sig tekið. En ég segi, þetta það sem Hann segir ekki meira en hann getur staðið við. Og ég hef reynda að Drottinn getur allt. Hann getur allt. Og gerir það vel allt sem hann gerir. Þannig að mistökin ekki þar. Það syndin sem að skekkja allt hér á þessari jörð eins og hún hefur alltaf gert. Hún hérna til þess að skekkja allt hér á jörð. Og þetta auðvitað tilgangur auðvitað með þessu þó maður sjá hann ekki. En Drottinn með þessum hörmungum, hve marga skyldi hann þó ekki hafa dregið yfir til sín, gegnum allar þessar hörmungar, í gegnum alla þessar vitleysu sem Og hver getur ekki tekið undir það með mér, að vitleysan nú nokkur. Og þú sem losnar frá þessari vitleysu og svona all flestir, maður veit svo sem aldrei hvað mönnum dettur í hug, því áfram halda þeir áfram veru þeir frjálsbornir menn og velja það sem þeir vilja. En hver marga hefur þetta ekki einmitt þessi þegar rennur upp fyrir þeim annað ljós og hitt hverfur sem við tölum sem villuljós, þetta var ekkert annað en villuljós. Og við staðfestum það að Drottinn sannorður og hann gerir það sem rétt að öllu leyti. Ekki að einhverju einu leyti og skilur eitthvað eitt eftir. Það ekki þannig hjá honum. Við erum hins vegar getum alveg gert fullt af og gerum alveg hellinga mistökum. Við vorum að reykja það hérna áðan. Og það eitt af því sem í gangi í dag. Það þessi endalausu ítrekuðu, endurteknu mistök sem við verum alltaf að staga í. Og það hættir tíma kannski að leka þar út, en svo eftir smá tíma þá allt orðið hriplegt aftur. Þetta sagan. Þetta saga verka manna. Þannig að við þurfum að ígrunda hvað við viljum gera og hvað við viljum hafa hjá okkur, og ég hvetu þetta menn og sjálf mig til þess að vera með mikið orði Guðs hjá mér. Og það hefur verið hlutskipti mitt hingað til og ég sé ekki eftir þeim öllum inn í mitt hús og inn í mitt rann, inn í mitt hjarta. Ég elska að hafa þau þar og Guð gefi að svo verði áfram. Og þetta einmitt boðskapurinn sem ég vil að þú takir við. Eignir þér og sért undir, öllum tímum, alltaf, öllum stundum. En ég get ekki skipað þér neitt, frekar að þú getur skipað mér neitt. En ég get hvatti að þessum köllum, að þessum matarborði sem með sannri fæðu, heilnæmri fæðu sem að byggir þið upp, hressir þið og styrkir þið. Þetta andans fæða og þú þarft að taka stá við andaðinn og fóðra hann og þá hefur eitt Guðs orð. Akkur haldið þið allt þetta sem fólk að gera sé. Það til þess að fóðra þennan hluta í sér sem hingað til hefur verið vannærður. Og við erum að fóðra hann með alls konar hugdettum og uppákomum og all þessi ferðalag og all þessi ekkert annað heldur en til þess að mæta þessu. En allt kemur fyrir ekki. Því að orðið Guðs ætlaður staður og það kemst ekki þar fyrir nema orð Guðs sem að þarf fyrst að fá heila ananda til að
opnist á. Það er þetta sem gerist, það er þetta sem veldur hugafarsbreytingunni og setur þú á klett og þú segir ég fer ekkert af þessum kletti. Hvað sem það kostar mig skal ég áfram standa á honum af því að það sem þú sér þarna, þú sannfærist að það sé það rétta. Núna sem þú hafðir ekki áður, ertu komin viðmið. Þú veist ruglið í heiminu og þú veist orðið með réttum hætti, þekkir þú staðfestuna sem heiminin er með. Og þú finnur að þér líður miklu betur með sjálfan þig undir þessari staðfestu. Og hvað gerist? Þú vilt vera þar áfram. Hver samfærið þig? Staðfestan, orðið og það allt. Engin skipun, allt í frelsi. Sem sagt, og endan þá valdi ég þetta. Ég ætla að vera undir þessu. Og hér er ég, eftir öll þessi ár. Ég raun og veru, gerðist þetta leið og ég frelsaðist. Og þá tók ég í raun og veru þessa afstöðu. Þarna ætla ég að vera. Og það hefur gengið eftir. Og ég er enn hér að tala það sem ég var að tala strax. Orð Guðs inn í þitt hjarta. Syndina sem þyrlar upp ryki og við vorum í á meðan við vorum þar. Hjálpandi við að staga í. Jafnvel með þær hugsanir að þessu þyrfti að breyta, þá það betra. Og þessu var breytt og það var betra tíma, svo fór allt í sama farið. Og það ennþá. Förum núna til dæmis út í það sem að gerast í Úkraínu, sem allir að tala Við munum auðvitað eftir að það var háð styrjöld mikil og blóðu styrjöld sem hófst 1939 og endaði 1945 eftir mikla blóðtöku og 50 milljónir manna fallna í valinn, og þá voru sett upp fullt af samtökum. Eitt er NATO, eitt er Sameinuðu þjóðirnar og ég kann ekki að nefna þau öll. Hvað er að gerast? Hvar sjáum við aflið í þessum samtökum? Ég sé það ekki. Þú kannski sér það. Þannig þar er ekki lausnin. Hvað getum við gert? Það sem við erum að gera hér. Haldið áfram að tala Jesú. Það er leið sem okkur var gefin. Það er leið sem bæði ég og þú getum farið. Og þessi leið kostar ekki mikið af peningum. Í þessu tilviki, mínu tilviki, kostar það svolítið að tækjum og auðvitað tíma minn. Við munum aldrei sleppa við að verja tíma okkar í þetta verk ef við á annað borð förum þessa leið. Við getum auðvitað hafnað þessu öllu. En það kostar þetta. En þetta er að gera mesta gagnið. Það hef ég komið stað. Vegna þess að þetta talar sannleika til mann og kvenna og bendir á margt sem að verður ekki rakið. Það er nú bara þannig. Það verður ekki rakið. Að mistök hafi verið gerð í þessum volaða heimi aftur og aftur og aftur og stagað í og bætt reglugerðir settar inn í lög til þess að einhvern veginn að rétta þau af. En allt kemur fyrir ekki. Þetta er staðan. Líttu á kirkjuna sem þú hristir höfuðið yfir í hvert skipti sem þetta orð kannski kemur upp í hugaðinn og hjarta, því að svo lítið álit hefur á henni. Það er náttúrulega þitt mat og þitt mál og þú mátt alveg hafa lítið álit á henni, en ég hef mikið álit á henni. Af því ég þekki hana eins og drottin gerðana. Er það forréttindi? Já, þú getur alveg nefnt að því nafni, en þetta fylgir því að vera trúið manneski. Þú getur eignast þetta. Þetta er engin engagjöf mín. Ég hef ekki gert þetta sjálfur að vita þessa vissu. Nei, þetta er bara áskapað sem maður hefur fengið skilning á með tímanum. Að því maður hefur verið að stunda þessi fræði og lagt sig fram að stunda þau og skilja með réttum hætti.
og það engin hroki að segja þetta, ég veit að ég sé það á þér að þú lítur á þetta sem hroka, vegna þess að heilagur andi í mér og hann talar við mig, þar með talar Drottinn við mig gegnum sinn heilaga anda, og hér ég að tala Guðs orð og fá frá honum speki. Svona Drottinn. Og ég rétt það, orðin 68 ára gamall og verður 69 ára í haust. En með Drottinn uppi, ég ekki að mæra sjálfa mig hérna. Ég hins vegar mjög þakkláttur fyrir það að Drottinn vilji hafa mig þar sem ég og akkur ekki. Hann gaf mér þetta embætti, hann kallaði mig þessari kollu og hann hefur ekki tekið hana frá mér. Og ég hef farið vel með hana, ég hef varðveitt þessa kollun, ég hlúði að henni, ég hef gert í að þekkja hana betur og skilja hana betur. Þess vegna skilji orðið vel, því þetta snýst allt orðið, að það vaxi ásmegin í okkur. Við erum Guðs fólk. Við erum auðvitað fólk laga og regluna og förum eftir þeim. En við höfum burði til þess að benda á það sem að betur mætti fara, af því við höfum það rétta við hliðina á okkur, sem orð Guðs, vilji Guðs. En hvaða kristinn maður sem að veit stöðu sína gerir sér ekki grein fyrir því að það á brattan að sækja þarna. Það svo sannarlega á brattan að sækja, því að fólk ekki að leita þessara leiða. En þú að leita þessara leiða? Ef þú trúi manneskja, þá ertu að því. Þú vilt að þessi leið sé farin. Og þú getur verið með því að fara hana. Þú ert sjálfur og sjálf það sem að Drottinn hefur kallað þig til í verki. Því öll höfum við köllun. Hversu hún þá það köllun til jafns við alla aðrar kallanir sem mann hafa. Við getum goggunar að köllunum og finnst þetta merkilegasta köllunin þar að segja Guðs orð. Þetta það merkileg köllun því að þetta það sem Drottinn setti mig og þig og okkur yfir sem erum á þessum stað. En hver þín köllun? Ég lofa því hún jafn merkileg minni. Ertu að sjá hana þannig? Þér finnst þetta nú ekki merkilegt sem þú ert að gera. Að koma með einhverja 5.000 skall og 5.000 skall til manneskju. En þú veist að þetta það sem Drottinn hefur kallaði til að gera. 5.000 skall, þú votum ekki mikið af þeim. En ef einhver Drottinn ætlar þér, þá mun hann líka sjá til þess að þú hafir einhvað til þess að rétta fram. Það eitt af því sem við lærum í Jesú nafni, að við höfum einhvað til að rétta fram af því að við erum að gegna þessari þjónustu. Þannig að verklaus maður í Kristi sem ekki að sinna því sem hann á að gera, hann getur verið að sinna og sjálfsagt hann að sinna einhverju en ákvæðs ekki að vera þar, mun uppskera þessa blessun, þessa staðfestu og hann segir þetta það sem við hefum að gera. Hann horfir út í heiminn, á kynskipti aðgerðina. Ég veit ekki hvort það hristir höfuð yfir þeim, ég geri það ekki reyndar, af því ég virði þetta fólk, en ekki endilega það sem það valdi. Það geti því miður ekki virt, vegna þess að þessi verkur röng og það á eftir að koma í ljós að svo er. En hver hafi það eins og hann vill? Það ekki mitt að áfellast neitt hvað það varðar. Það heldur ekki þitt verk að áfellast mig fyrir það að hlýða Jesú Kristi og tala það sem hann vill að ég tali. Það getur vel verið að þú gerir það og ekki svo að skilja að ég ætli neitt að hlutast til það. En þetta það sem að Drottinn vill að við tölum í dag og ég hef sett mig undir vilja hans og þetta vilji Guðs. Settu þig undir vilja Guðs og vertu undir vilja hans eins og hann vill að hann sé framsettur. Þá eru við nú aldrei öll á réttum stað. Þannig þetta allt spurning það hvernig við viljum hafa þessi verk, svo við tölum enn einu sinni það. Þannig að verkefnin eru æri og hlutverkin mörg
og sértu að vinna í Jesú nafni, þetta allt með tilgangi, allt með sínu tilgangi, allt með sinni reglu, allt með þeim boðorðum að gott komi út úr þessu. Og við getum tryggt þetta góða, við þurfum ekkert að tryggja neitt. Drottinn minn sjálfur sjá það vegna þess að þegar hann er að nota fólk, þá er hann leið að opinbera sjálfan sig í þeim, því sem það segir. Og þann gerir það, og margir sjá, og þá er tilganginu náð. Þá hefur hann opnað hjörtu á kannski fullt af fólki sem hann kemur í fyllingu tímaskinn, það er, veit ég ekki, og tekur það til sig, og það segir eins og ég, þegar ég fekk frelsunina, hei, það er til Guð. Ég er ekkert svo eini sem hef sagt þetta. Ég hef að allir hafi sagt sama, og annað, ég man þetta minni frelsun, og ég held ykkur að segja, að svo manneskja sé ekki til, sem að mann ekki eins og gerst hafi í gær frelsunardaginn sinn og hvernig þetta atvikast. Nú er ég þetta kannski að fullera meira en ég veit, en ég sé það ekki í hendi minni að það sé hægt að gleyma svo stóru stund. Ég man það eins og hefði gerst í gær þegar að allt í einu koldist yfir mig heila á randi. Og ég sagði, bendi til heimil, það er víst til Guð. Og strax kom þessi hugsun, eins og ég oft talaði orð Guðs þarf að fara út, bara staðfesta, vissa hjá mér sem að þekkti ekkert orð Guðs, hafið aldrei litið í orð Guðs svo gott sem alla mína ævi. Að undan skildum þessu lestri sem að vinkona mín rétti mér bókina og sagði mér að lesa í Biblínu, og ég hlýddi, hlýðinn strákur, og ég sofnaði út frá henni. Eftir 2-3 klukkutíma í beit, á þess að átta mig á því að ég væri að lesa þessa bók, svo bara sofnaði ég og ég vaknaði með hann á maganum. En að vísu lagði ég hana frá mér, skilaði bókin, en frelsaðist þá haustið, þetta var vorið, þá haustið 89 frelsaðist ég. En þarna hafði eitthvað gerst, svona eftir á hyggja, sem var búið að opna á orð Guðs. Því að þú lest ekki leiðilegustu bók í heimi, eins og þér finnst, í 2-3 tíma og sofnar út frá henni, nema eitthvað síðan að varið. Þessi bók, hún fangaði mig. Það man ég. Algjörlega fangaði mig. Orð Guðs, Mósebækurnar, sem sumir segja að sé leiðilegsta lesning sem til en ég aldrei ekki sammála. Það lítur að vera mjög merkilegt það sem fangar maður svo að bara, já, maður gleymir stund og stað. En þetta er orð Guðs. Í dag segi ég, er staðfestan sjálf í mínu lífi. Og ég vil gefa þér þessa sömu staðfestu, eða ekki ég gef þér ekki neitt. En Drottinn vil gefa þér þessa staðfestu og hann vil gefa þér þessa sannfæringu. Það er mitt að tala, það er mitt að segja frá, en þú síðan gerir það sem þú vilt. Ef enginn talar, þá er ekkert til þess að velja það er ekki rétt. Við þurfum að benda á leiðina. Þannig er þetta líf, vegna þess að við vorum að tala á, þannig að syndin er ennþá eins og hún hefur alltaf verið, og syndin er þetta illa í heiminum, og hún er með moldviðrið uppi, til að einmitt þeir sem eru það sjá ekki það sem er satt og rétt. En Drottinn grípur þetta fólk út úr þessu, og það sé ljósið, og segir, það er víst til Guð. Já, einir, ég er ekki einn það að reyna þetta. En þetta er mín saga. Þetta er saga sem ég marg oft sagt, og þú færði ekki leið á, vegna þess að andið þinn, hann meðtekur þetta, eins og ég hef oft talað trúin mín er að tala við þína trú. Þannig er það. Hún meðtekur þetta, þín trú. Andi Guð staðfesti sig í þér. Og það er mjög trúarstyrkjandi. Því að við verðum, hvað sem við segjum það, við verðum að treysta. Allt og margir sem treyst ekki. Þeir eru í raun og veru áfram, þó þeir eigi kannski Guð í hjarta sínu, áfram í sínu gamla lífi. Það er ekki gott. Drottinn segir,
nýtt orðið til. Ef við treystum ekki, þá má spyrja, hvar þá þetta nýja? Það ekki sjáanlegt. Það ekki sjáanlegt fyrir mannesku sem að treystir ekki. Hún segist hafa ástæðu til að treysta ekki. Og ég spyr aftur, hvar þá þetta nýja? Ef að þessi ástæðu til að treysta ekki ennþá ríkjandi hugarfar hjá þér eða hjá mér. Við sjáum að þarna þarf einhver og við þurfum að deyja einhverju í okkur. Og hvað gerist? Traustið rís upp og ég lofa þér því að það miklu betra. Og þú heldur áfram að lesa orðið. Þú heldur áfram að lesa lífið í gegnum orðið. Þú sérð og reynir að því að þú ert í lífinu að það hefur ekkert breyst. En þú hefur breyst. Og að því að þú hefur breyst, þú hefur leyft traustinu til Jesú að vaksa. Og nú treystur þú honum. Þú þarft ekki að treysta neinu nema honum, en þú treystir honum. Sumir treyst ekki einu sinni í Jesú. Hvar eru þeir? Sem ég var að tala á, þeir eru bara ennþá á sínum gamla stað. Það bara þannig. Nýtt orðið til? Nei, það hefur ekki orðið neitt nýtt til. En það getur orðið. En það gerist með þessum formerkjum að þú fer að treysta Guði. Svo verður hann bara númer 1, 2 og 3 í öllu þínu lífi og þá ert þú komin á góðan stað. Og það það sem við erum að tala um. Að við komumstum á þannig góða stað sem byrjar á því að þú fer að treysta Guði. Það ekki blekkja sjálfa þig. Ef þú treystir ekki, þá segi ég við þig, Drottinn að segja við þig, þú ert ennþá á þínu gamla svæði. Og það hefur ekkert nýtt fæðst fram. Af því efinn þinn að hindra það að þú komist þangað. Kannski ertu í samfloti við menn eða konur sem eru bara aldeilis ekkert að byggja þeir rétt upp. Það erfitt að eiga við það. Sumir því miður eru þar. Þeir eru þar vegna þess að sjá ekki neitt rangt við það. Og það eitt sem að hindra okkur í trúagöngunum. Við sjáum ekkert rangt við það sem við erum að gera. Þó að Biblían í raun og veru geti staðfest þetta aftur og aftur að svo sé. Akkur sjáum við ekki þó að við fáum staðfestingan úr orði Guðs. Að við erum blinduð á það sem að Drottinn að gera. Við erum konið með okkur á þann stað aftur að þetta einhver blinda sem að hylja stafina og skilningin. Hvað þetta að gera í því? Ekki neitt. En við sem að þekkjum Jesú tölum bara áfram rétta kennslu. Við getum ekkert gert neitt annað. Við getum auðvitað að gera það, biðjum fyrir þessu fólki því að það er Guð sem upplýkur augum, ekki ég. Ég hef ekkert valdið þess, ég hef það vald að tala og ég tala. Og Drottinn þá dropinn sem hólar steinin, ekki ég. Hann allt í öllu. Þess vegna erum við alltaf að benda á Drottinn. Treystu Drottni. Ekki blekkja sjálf á þig. Ef vantraust efsta og fyrsta sem þú grípur til, ertu ennþá á þínum gamla stað. Og Drottinn spyr, hvað þetta nýja? Þér vefst tunga tönn, því að það ekki að finna í þínu fari. Hvað Drottinn að segja núna? Nú skulum við breyta þessu. Nú skulum við leyfa þessu nýja að koma fram til þess að líf þitt breytist til þess vegar sem það á að fara í, guðlegra vegar. Þannig við sjáum að við ráðum þessu öllu. Hver langt ekki síðan maður sá að við ráðum þessu öllu, ég fyrir mig og þú fyrir þig og engin annar. Þetta það sem við viljum bara að fólk nemi og skilji og fari út í og leiðist af. Hætti að vera inn í þessu moldviðri syndar. Því það ekkert nema blekking. Þar koma ekkert fram nein verk nema þau sem að síðan þarf að stagbæta og henda út og setja nýtt inn, jafn léleg, í raun og veru. Við erum að boða festu,
eitthvað sem haggast ekki og ratu að það gengur við hliðina á þessu öllu draslinu hinu. Það er við hliðina á þessum moldviðri sem að verið að þurla upp og syndin að þurla upp og hún að gera það í þessum töluðum orðum eins og alltaf hafi verið. Þegar tími syndarinnar ekki ennþá liðin en hún líður og þá vil ég vera réttu megin við þilið, veggin, í Jesú nafni. Segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu verki áfram.